Jæja, nú er ég komið með ykkur upp í Hvalfjarðarsveit á bæinn Leyni. Hér eru feðgarnir Baldur og Ágúst. Þeir eru að bralla ýmislegt í tölvunum, hérna bara sikkur megin. Ótrúlega merkilegt starf, hvað hægt er að gera upp í sveit. Við skulum taka á tali. Þið flytið hérna upp í Hvalfjarðarsveit fyrir nokkur síðan. Já. Og þú tekur með þér hérna stúdíóið þitt, eða er mér ekki ótt að kalla þetta stúdíó? Jú, þetta er svona litla setupið. Útskýrðu þetta aðeins fyrir mér, ég næ ekki alveg yfir þetta allt saman. Já, þetta er svona, eins og maður segir, raun og veru bara svolítið hefðbundin hljóðvinnsla. Sem sagt, bæði að taka upp þá einstaklinga eða hljómsveitir, útsetningar, spila inn á og hérna landamærin eru svo sem engin. Segðu mér aðeins hérna rigging, hvað kallaðu þau? Technical Directors, TD. Akkurat. Á íslensku myndið þú útleggjast sem? Ég held ég veit ekki íslensku. Það er kannski bara ekkert endilega til? Nei, ég held að það sé ekki til, sko. Nei, ok. En það er allavega, geturðu sagt okkur svona í stuttu máli við hvað þú starfar? Já, ég er sem sagt hérna að búa til beinagrindir og hreyfingakerfi fyrir karaktera í bíómyndum. Þannig að við fáum, frá annarri deild fáum við kannski karakterinn bara svona. Og svo teiknum við upp beinagrindina og svo setjum við inn í alls konar kerfi til þess að gera henni kleift að hreyfa sig. Og þannig að þú ert að búa til senur með þessum karakterum og setja hreyfingarnar inn? Já, það er önnur deild sem sér hreyfingarnar sjálfa, sko, sem er bara animation. En þú ert að forrita að það sé hægt að hreyfa karakterin? Já, við sem setjum inn í vöðvakerfi og beinagrind og hreyfingakerfi og allt svoleiðis. Já. Mér finnst þetta svo magnað að þú getur verið hérna bara í Hvalfjarðarsveit, opbúslega fallegum stað hérna, og unnið og skilar efninu þínu, færið efni frá London og sendir það aftur. Já, þetta er rauninni bara sama dæmi og vera að vinna úti, sko. Hérna, ég tengist bara vinnutölvunni og við erum í samskiptum örugglega bara 3-4 sinnum á dag, eitthvað svoleiðis. Förum á fundi saman og allt alveg eins fyrir utan ég er hérna. Já, þannig að hérna, og þú ert að vinna við stórar bíómyndir, bara þær stærstu, eða ekki? Þetta er ekki einhverjar Hollywoodmyndir, eða? Jú, aðalega. Já, þú mátti alveg ekkert segja samt. Nei, í rauninni ekki, sko. Nei, en þannig að þú ert komin alveg í, hvað við segja, svona, já, alveg þessar Hollywoodmyndir bara. Og það er hægt að vinna þær í Hvalfjarðarsveit. Já, í rauninni, svo lengi það er internettenging, þá gengur það, sko. Já. Hvað er eiginlega svona merkilegasta við þetta ferli allt? Sérð þú þegar þú horfir síðan á myndina, þetta getur verið leiknarmyndir eða ekki? Aðalega. Aðalega þannig? Já. Ekki teiknimyndir? Nei, að minna af þeim, sko. Já. Þetta er aðalega svona bara leikið og... Og þá er þitt, þá er forritinu þín kemur þá inn í karaktera sem er verið að vinna með, hjálpaði mér hérna í þessu, ég er að reyna að túlka þetta fyrir áhorfendur, en þá eru það eitthvað svona skrýmsli eða skilur eitthvað sem eru öðruvísi heldur en manneskjur. Já, og manneskjur líka, af því að það er ekkert allt sem þú getur gert í þessum myndum sem karakterinn eru kannski að gera, eða það eru hættulegt, og þá byggjum við upp á skönnu við leikarana, förum að hitta þá, skönnu þá og búum til tölvugera fígúru úr leikaranum. Úr leikaranum? Setjum inn vöðvakerfi og allt svoleiðis. Já, og þannig að áhættuatriðin eru komin hérna til þín? Já, meira og minna. Ég vissi það ekki. Ég held að það væri einhverjir sem var að fórna sér í það. Nei. Nei, það er búið? Ekki þessu hættulegustu, sko. Nei, já, gaman. Er þetta stórt fyrirtæki sem varst hjá? Það er frekar stórt, sko. Ég held að séu 2-3.000 starfsmenn. Og við erum í London og við erum í Bandaríkjunum, Chicago, Los Angeles, svo erum við í Indlandi og nokkrum fleiri stöðum. Og Hvalfirði núna? Og Hvalfirði. Já, ég má ekkert spyrja í hvað myndum þú ert að vinna núna eða hvernig karakterar eru þetta? Jú, maður það alveg, sko. Já, hvaða leikar er þetta? Ja, þetta er endar, ég má ekki sýna það sem ég gerir í vinnunni, sko. Þetta er bara svona eitthvað sem ég var að leika mér í sjálfur, sko. Já. En ég er að vinna núna í Matrix 4 sem er að koma út á næsta ári. Aha, segðu okkur hvað ekki gerist í, nei, hvað hérna. Svo er hérna tæki sem að vekur áhuga minn, hérna, hvað er þetta? Þetta er tveggja teip sem að ég er að nota til þess að færa gömlu spólurnar yfir í stafrænt form.
í þeim gæðum sem svona góðum gæðum sem hægt að fá yfir, en oft eru gæðin á teipunum mjög slæm. Já, teipunum þá erum við að tala um kassettur. Já, gömlu kassettunar, já. Og þú átt svolítið af kassettum sjálfur sem þú fékkst frá hvað ömmuðinni? Nei, frá pappa. Já. Já, og þar alveg hellingur af efni bara sem að ég verði ábyggilega einhver ár að fara í gegnum, sko. Já, þetta eitthvað sem hann tók upp? Systir hans. Systir hans tók upp, ok. Og bara úr útvarpinu? Já. Ríkisútvarpinu? Já. Í kringum hvað, 1900 og? Ég held að það sé bara nánast frá 1960 eitthvað og til 70 eitthvað. Já, þetta geta verið bara alveg heilu þættirnir? Já, þar getur, já. Og líka, sko, þar sem hljómsveitir voru að spila í beinni útsetningu. Já. Ég býð bara eftir að þetta nú eitthvað skemmtilegt. En ef ég ætti gamlar kassettur sem að ég myndi vilja varðveita, þá gæti ég komið með þær til þín og þú myndir færa þig yfir á stafrænt. Já. Já. Og það þessu tæki að þakka að geta... Já. En þetta stendur ennþá fyrir sér, eða semst fyrir sínu, segir ég. Já. Viltu náttúrulega prófa að setja það í gang fyrir mig? Má ég heyra? Já. Þetta ekki svona... Fallega mónó. Þú ert að fara hérna yfir upptökur sem eru frá 1960 eitthvað pluss. Við hliðina situr strákurinn og að vinna í nýjustu Matrix myndinni, Matrix 4. Já. Þetta dásamlegar andstæður. Já, eða samstæður, eða eitthvað. Þetta kannski undirstrikar það að ég kannski orðin risaðilega. Get ég beðið að láta hana hreyfast eitthvað fyrir mig? Já. Getur hún til dæmis bara hvatt okkur hérna, ef við látum þessum þætti lokið í kvöld? Það er nákvæmlega svo ég myndi gera þetta. Sko, já, takk fyrir þátti. Sjáumst í næsta þætti.